Þórarinn, það engin smá yfirlýsing hérna framan á húsinu, Ljóðasetur Íslands. Stendur þetta undir nafni? Já, ég svona vona það. Allavega hér á allur íslensku kveðskapur heima og hér eru hlið við hlið í hillunum þjóðskáldin jafnt sem hagyrðingar héðan og þaðan á landinu og hér er hægt að nálgast upplýsingar um íslenskan kveðskap, hvernig hann hefur þróast í gegnum aldirnar. Hvernig hefur þetta gengið hjá þér núna undanfarið? Þetta hefur bara gengið ljómandi vel og við verðum 30 ára núna í 8. júlí og þá er ég búinn að fá 4.000 gesti þessum 3 árum og hingað hafa komið 30 gestaskáld að lesa á þeirra verkum og ýmsir aðra listamenn og búin að vera hér 100 viðburðir á þessum 3 árum. Og sumarið bara var, besta sumarið hingað til. Þegar við stóðum hérna fyrir utan þá datt okkur í huga að hér geti bara verið hallarekstur. Já. Húsið hallar svona skemmtilega undir flatt og margir sem furða sig á því en það er nú bara náttúrulögmálið að þegar eitthvað bleitaður undir þá gefur eitthvað sig. En margir hafa haft það orðið að hér verið alltaf hallarekstur. En þetta svo sem ekki hugsa sem gróðafyrirtæki að fara út í sýningu á ljóðum. Nei. En er það gróða business að fara út í plötuútgáfu, gefa út kvæðaljóð? Já, það er nú kannski ekki mikil gróði því heldur sko. En ég réðst nú samt í það að gefa út kvæðalega disk með mínum eigin kvæðalögum núna í sumar. Og það er nú í fyrsta skipti sem það er gert á landinu okkar góða. Og Steindór Andersen var nú einmitt staddur hér þegar ég var með útgáfutónleikana núna í júlí. Og hann var bara mjög ánægður með framtakið og sagði að þetta væri raun og verið svona fyrsta sönnun hans lifandi hefð í íslenskum kveðskap. Síðan hann fór að skipta sér á rímum og veit hann nú þó nokkuð þetta fyrirbæri. Litla skáld á grænni grein, gott er þig að finna. Söm eru lögin sæt og hrein, sumar kvæða þinna. Við þinn létta unaðsóð er svo ljúft að dreyma. Það eru sömu sumarljóð sem ég vandist heima. Þessi síðustu ár þá hefur farið ágerast þessi áhugi á íslensku þjóðlögunum og tengist meðal annars þjóðlagasetrinu hér á Siglufirði og þessu þjóðlaga félagi sem við erum með hér, sem við erum að kveða saman. Og það fór að hljóma í hausnum á mér einhverjar melódíur þegar ég var að lesa vísur og ég held þetta væri eitthvað sem við höfum verið að kveða saman. Við erum í kvæðamannafélaginu hér en svo reyndist nú ekki vera. Þetta vera ný kvæðalög sem enginn kannaðist við að minnsta kosti. Og þetta fór að safnast upp og þannig ég ákvað bara að koma þessu frá mér og koma þessu á disk. Nú er það komið á disk en þú lætur það ekki duga, þú ert líka upp á sviði, þú ert að leika. Já, svo þetta er svona, með þessa listagyðju, hún lætur mann ekki friði og svo segi, tónlistin hefur verið mest svona ríkasti þátturinn hjá mér og svo ljóðlistin hún undanfarið. En svo hefur alltaf blundað í mér mikill leiklistaráhugi, þannig síðan ég var bara smá patti fyrir vestan, þar sem að pabbi og fleira gott fólk sett upp hvert stykkið af fætur öðru í Baldursá og Bíldudal og maður fylgdist með þessu neðan úr salnum, hvernig fylgdist með æfingum og á sýningum og hvernig leikritið tók á sig mynd og viðbrögð áhorfenda og svoleiðis og þetta hefur alltaf fylgt manni, þessi áhugi og lengi langað til að gera eitthvað og tók nú þátt í 2 sýningum hérna með Leikfélagi Siglufjarðar fyrir tæpum 10 árum síðan. En svo þetta er svona tímafrekt og svolítið stórt batteri að fara út í heila leiksýningu. En ég svona hef gegnum tíðina verið svolítið mikið svona einn að gera það sem ég er að gera og kannski ákvarðast það því að ég er í mörgu og lítill tími þannig að ég nýti þann tíma þá get stjórna mínum tíma sjálfur þegar ég er einn
ekki upp á það komin að þurfa að æfa með einhverjum öðrum. Og þá datt mér í huga að skrifa þennan einleik sem ég búinn að setja á svið núna í bátahúsinu hér á Siglufirði. Í Landlegu? Í Landlegu heitir hann. Og bróður minn fyrir vestan, Elvar Logi á Ísafirði, hann nú einleikja kóngur landsins má segja. Búinn að skrifa og setja upp 30-40 einleiki. Þannig að maður svolítið að feta í fótspor hans. Og hugmyndi fæddist fyrir rúmu ári síðan og var að veltast í kollinum á mér. En handritið var skrifað núna bara í júní og sett upp í júlí. Og við erum náttúrulega með þetta frábæra leikhús sem bátahúsið hérna á Síldarminjasafninu. Þetta náttúrulega bara leikhús, má segja. Leikmyndin tilbúin og allt sem til þarf. Vantar bara leikarann til að stíga á fjalirnar.